Í þessu myndbandi ætla ég að sýna þér nákvæmlega hvernig á að nota sérstakt kynningarforrit fyrir Incogni sem getur lækkað verðið allt að 60%. Ef þú hefur verið að hugsa að vernda persónuupplýsingar þínar á netinu, þá þetta auðveldasta leiðin til að fá mesta mögulega afslátt. Og ég mun leiðbeina þér í gegnum allt ferlið skref fyrir skref. Til að virkja kóðan þarf aðeins að smella á kynningartengilinn í lýsingu myndbandsins. Þessi tengill mun leiða þig beint á vefsíðu Incogni þar sem þú munt sjá afsláttarkóðan birtan á síðunni. Afritaðu einfaldlega kóðan í skráarklippan þína, þú þarft hann í greiðsluferlinu. Þegar þú hefur afritað kóðan, veldu ásáætlunina sem hentar þér best. Ásáætlun fjölskyldunar gefur þér mesta sparnaðinn og vendar gögn upp að 5 einstaklinga undir einni áskrift, en þú getur valið þann valkost sem hentar þér. Ef þú kýst ódýrasta valkostin með afsláttinum innifaldan, kostar ódýrasta ásáætlunin aðeins 60 evrur á ári. Eftir að hafa valið áætlunina þína, farðu í greiðsluferlið þar sem þú finnur reit fyrir kynningarkóða. Bara límdu kóðan sem þú afritaðir fyrr, beittu honum, og þú munt strax sjá verðið lækka í sumum tilvikum allt að 60%. Þegar þú skráir þig inn á Incogni stjórnborðið þitt, byrjar kerfið strax að vinna í bakgrunni við að greina hvaða gagnamiðlar gætu verið að geyma persónuupplýsingar þínar. Á aðalskjánum sérðu skýra yfirsýn sem sýnir 3 lykiltölur. Hversu margar beiðnir eyðingu gagna hafa verið sendar, hversu margar fyrirtæki hafa þenað eytt gögnunum þínum og hversu mörg mál eru enn í bið. Incogni undirbýr og sendir sjálfkrafa lagalegar beiðnir fyrir höndina með reglugerðum eins og GDPR og CCPA. Þannig að þú þarft ekki að hafa samband við þessi fyrirtæki sjálfur. Ef þú vilt endurheimta friðhelgi þína á netinu, smeltu á tengilinn í lýsingunni og fáðu sérstakt afsláttarkóðan á Incogni. Sjáðu sjálfur hversu mörg fyrirtæki hafa gögnin þín og hversu auðvelt að fá þau til að eyða þeim. Og ef þú vilt fá fleiri ráð netfriðhelgi, ekki gleyma að skrá þig og íta á bjöllru táknið svo þú missir ekki af framtíðar myndböndum.